Ok, eigum við Sjálfstæðisflokkurinn, þið hafið lesið upp ykkar bókanir, ekkert ófrágengið frá ykkur. Nei, það var bókun mótun menntastefnu. Það bókun mótun menntastefnu, Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Hún mátt koma upp og lesa hana. Hver ætlar að lesa upp bókunni þennan megin? Forseti, góði borgarfulltrúar, ég kynni hér bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvinna mótun menntastefnu. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvinna fagna tillögu að halda skuli áfram langtíma stefnumótunin í menntamálum í Reykjavík. Slík vinna hófst að frumkvæði Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í febrúar 2009 þegar sérstök tillaga máli var samþykkt í borgarstjórn. Rúmu ári síðar mynduðu Samfylkingin og Besti flokkurinn, síðar Björt framtíð, meirihluti í borgarstjórn og var eitt fyrsta verk þessara flokka að hætta umræddri stefnumótunarvinnu án skýringa. Skaut óneitanlega skökku við að sömu borgarfulltrúar Samfylkingarinnar og samþykktu að hefja þessa vegferð 2009 skyldu taka ákvörðun að hætta henni ári síðar. Í ljósi þessara forsögu sérstakt fagnaðarefni að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar hafi séð að sér og vilji nú halda þessari vinnu áfram eftir rúmlega 6 ára hlé. Í stefnumótunarvinnu í menntamálum mikilvægt að leita fanga sem víðast og rétt að sá hópur sem valinn verður til að sinna verkefninu hafi fullt frelsi til að velja sér ráðgjafa. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallarvinna lýsa því yfir furðu sinni á því að borgarstjóri skuli hafa samið við ákveðinn mann að leiða vinnu erlendra ráðgjafa í verkefninu nokkru áður en tillaga máli var lögð fram í borgarstjórn. Var boðað til funda með þessu manni áður en tillaga að hefja umrædda stefnumótun var lögð fram og áður en skipað hefur verið í stýrihóp verkefnisins á nokkur samráðs við fulltrúa minnihluta borgarstjórnar. Lýst yfir furðu á þessum vinnubrögðum og óska eftir því að betur verði staðið að framhaldi verkefnisins. Já, forseti vill vekja athygli á því að þessi bókun í lengra lagi og það samræmist ekki samþykktum stjórn og fundarsköp Reykjavíkurborgar, en forseti sanngjarn en vill biðja borgarfulltrúum að hafa þetta í huga við seinni bókanir. Skal gjört, frú forseti. Þakka fyrir. Framsóknar og flugvallarvinir eru tilbúnir með bókun líka. Minna meira, kæru félagar. Forseti, borgarstjórn, það fyrst bókun sameiginleg hjá Framsóknar og flugvallarvinna og Sjálfstæðisflokki undir 7. lið 49. greinin. Ljóst að það stendur ekki steinn yfir stein í áætlunum og yfirlýsingu meirihlutans í húsnæðismálum. Fyrst stóð til að borgin ætti 40 íbúðir sem dreifðar væru svæði en svo að þær var allar í sama húsi og nú að það eigi að selja byggingarrétt en borgin hafi kauprétt á 15 íbúðum. Síðan það sameiginleg bókun minnihlutans varðandi 2. lið á dagskrá, Neyðarbrautina. Minnihlutin í borgarstjórn lýsir furðu sinni yfir því að meirihlutin í borgarstjórn þegar Samfylkingin, Björt framtíð, Vinstri græn og Píratar treysti sér ekki til að taka tillögu Framsóknar og flugvallarvinna til atkvæðagreiðslu og leggi fram nýja tillögu sem meirihlutin kallar breytingartillögu sem hann auðvitað ekki. Ljóst að meirihlutin vildi ekki samþykkja tillöguna, hefði verið stórmannlegra af honum að hafna henni en standa í svona leikaraskap og þverbrjóta reglur fundarsköp. Meirihlutin þykist vilja samráð og samtal en sýnir það ítrekað í verki að svo ekki. Með því að flytja nýja tillögu annað efni og kalla hana breytingartillögu meirihlutin að fella þá tillögu sem lögð var fram og til umræðu og snýst að heimila nýtingu Reykjavíkurflugvallar tímabundið í þágu sjúkraflugs og standa þannig vörð skyldur sína sem höfuðborg með öryggi sjúklinga í fyrirrúmi fram að þeim tíma önnurlaust finnst. Minnihlutin situr hjá við tillögu meirihlutan sem meirihlutin kallar breytingartillögu þar sem allt aðra tillögur að ræða en þá sem lögð var fram og til umræðu enda teljum við hana ekki fela sér lausn að þeirri bráðastöðu sem nú upp í tengslum við sjúkraflug til höfuðborgarinnar. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókunum Framsóknar og flugvallarvinna og Sjálfstæðisflokks, rétt. Og þá ætlar Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi að koma upp og gera grein fyrir bókun meirihlutans menntastefnuna og tillöguna sem var samþykktar með. Forseti og borgarstjórn, gleðilegt ár. Ég ætla að lesa bókun svohljóðandi.
Meirihluti borgarstjórnar setti sókn í skólamálum á dagskrá með skýrum hætti síðastliðið haust og frá því í september hafa fjárveitingar til málaflokksins aukist vel á 3 milljarð króna með margvíslegum aðgerðum og stuðningi við innra starf leikskóla, grunnskóla og frístundar. Nú sameinast borgarstjórnum að setja menntastefnu Reykjavíkur til 2030 í nánu samstarfi við fulltrúa allra helstu aðila sem koma að skóla- og frístundastarfi á vegum borgarinnar. Markmið vinnunar verður að ná breiðri samstöðu mikilvægustu markmið, brýnustu úrbætur og aðgerðir í menntamálum borgarinnar til framtíðar með áherslu á hag barna og ungmenna í skólasamfélaginu. Leitað verður til innlendra og erlendra ráðgjafa til að tryggja að stefnan verði byggð á bestu þekkingu og greiningum af því hvernig best verði náð fram árangursríkum breytingum í menntamálum. Finnski menntunarfræðingurinn Pasi Salberg mun leiða teymi innlendra og erlendra ráðgjafa og mikill fengur að aðkomu hans, en þó mikilvægt að árétta að kennarar, skólastjórnendur, annað starfsfólk og nemendur í skólakerfinu munu gegna lykilhlutverki við mótun og eftirfylgni stefnunnar. Þá búið að gera grein fyrir öllum bókunum allra flokka en við höfum ekki tæmt dagskrána því að hérna ætlum við að undirrita siðareglur. Nei, það þarf ekki að senda þær út. Þannig að ég læti þetta bara ganga. Já, en við gerum þetta aftur vegna breytingar í dag. Ég tók sæti Sóleyja, Heiða Björk Hilmarsdóttir tók sæti Bjarkar, Hildur Sverrisdóttir tók sæti Júlíusar Vífiks. Svona, já, sami textinn. Þess að breytingar á fólki en ekki siðareglum. Þetta sömu góðu siðareglunar. Það bara skrifa undir. Já, það sama plaggi fyrir alla. Er þetta út af plássinu til þess að taka... Sér bara stafinn við blaðsíðunum. Já, en það ekki bílu hérna. Jú, en ef að stafinn á blaðsíðunum, skilur þá náttúrulega ekki hægt að breyta blaðsíðunum. Já, en það hægt að koma svo fyrir á tveimur. Já, en það allt í lagi. Við skönnum þetta bara inn svona. Fundið slitið klukkan 18:48. Takk fyrir, góða ferð, takk fyrir að kjósa Reykjavík.